sæl öll sömul og gaman að sjá hvað það hefur verið fjölmennt hérna. Ég þakka félögum mínum fyrir erindið þeirra, þetta voru rosa gaman, ferlega gaman og ég að rifja upp hluti sem ég var búinn að gleyma. Eins og til dæmis það að þegar ég var 16 ára og var á vertíð í Bolungarvík og þá hitti ég vestmanning númer 2 í lífinu. Ég var alveg hrikalega sjóveikur og þeir voru ekki góðir við mig, skipsfélagarnir, kölluðu mig farþegann og voru að pönkast í mér og þessi náungi beitti fyrir mig einhvern tíma þegar ég komst ekki upp. Þetta voru 400 króka bjór, þetta var bæði loðna og smokkur og hann beitti fyrir mig, það voru 7 bjór og gerði mönnum það ljóst borð að ef þeir myndu ekki láta mig í friði að þá myndu þeir þurfa að svara honum. Varstu á útilegubát? Hvað segirðu? Varstu á útilegubát? Ég var á útilegubát á Gránúðu sem var sett í refafóður á þessum tíma sem er dýrasti fiskurinn okkar í dag. Og já, ég var útilegubát. Þetta var Hafrún 250, 260 bátar, eitthvað svoleiðis. Og ef maður er 16 ára á vertíð þá er bara eins gott og kunnir að slást. Það er bara þannig. Þú kannt ekki slást áttu vondum málum. Ég læri þetta í Bolungarvík fyrir vestan. Og þeir höfðu þann háttinn á Bolvíkingar að þegar voru böll í Hnífsdal þá sagði einn úr áhöfninni við mig, heyrðu, Bubbi, farðu á þessu borði þarna og segðu við hann þarna rauðherra, segðu hans í fíbl. Ég sagði, nei, ég geri það ekki, jú. Og á endanum fór ég og labbaði á borðinu og sagði, heyrðu þú þarna, þú ert fíbl. Og hann auðvitað spratt á fætur. Þá voru 4 menn fyrir aftan sem sagði, ætlar þú að berja, hvað kölluðu mig, farþega? Og síðan voru slagsmál. Og ég fer á vertíð þar eftir á Höfn. Og þar kynnist ég alveg hellinga vestmanningur sem að bjuggu þær í einhvers konar gámum. Og þar bara uppgötvaði ég vestmanningar með gítara, þeir sungu út í eitt, þeir voru alltaf í partíum þá vissir þeir bara, hei, þetta er vestmanningar, þeir eru að syngja. Og þeir drukku og stelpurnar kunnu klámvísur, alveg hellinga klámvísur. Og ég hugsaði bara, ég ætla að vera til vestmanna í vertíðarlok. Og ég kom hingað rétt fyrir, ég hætti á Höfn, eitthvað staðar í byrjun maí, ég kom hingað fyrir vertíðarlok, sem voru 11. maí. Og hér var ég meira að minna í 4 ár. Og mér þótti óendanlega gaman að vera hérna, gott að vera hérna. Ég bjó á öllum herbúðunum, kynntist alls konar fólki og það var ekki vel liðið að pönkast í heimastelpunni. Ég var rotaður í höllinni á fyrsta ballinu mínu vegna þess að ég hafi fundið mér heimastelpur og hafa bara sagt við mig, þú veist, bara láttu heimastelpur í frið. Það var bara þannig. Þannig að maður svona, hvað er í gangi eiginlega? Síðan eignaðist ég vendara, þeir voru eiginlega 2, Sibbi og Stjáni Nínon. Og þeir sögðu við menn á balli, sögðu hann er með okkur. Og það var enginn sem snerti mig eftir það, ekki eins og með Bjössi. Enginn. Þannig að ég átti ágætis veru eftir það, en ég þakka það gítarnum mínum. Erindi mitt heitir Hreistur. Það vil svo til að ég er búinn að vera að vinna ljóðabálk þennan horfna heim, verbúða og þess tíma. Ég ætla að lesa upprunum fyrir ykkur.
Og ef ég hef tíma þá kannski segi ykkur einhverja sögur líka. Hann heitir Hreistur og svo þetta bara númerað. Þannig að ég ætla að byrja á númer 7. Gráhvít birtan fyrir utan gluggann, glerið þakið hreistri, skuggar á flökti í muggunni, skellir frá hóstandi ljósavel, langir armar myrkursins vöfðu sig utan þig. Ryðgaður járnstigi, græn hurð, þú stígur inn í uppljómaðan sal, það þarna sem þú hverfur. Kominn borð, leggur af stað, meðan hendur þínar mata glefsandi kjaftinn, ferðast þú yfir landamærin, lifandi, aldrei meira lifandi en í þessu meðvitundarleysi fullu af vélar sól. Niður stórborgarinnar í undirdjúpum vitundunar, gólfið nötraði, beinin nötruðu, titringur frá vélinni fyllti titlingin blóði, vélin var að ríða þér. Vélin var að ríða þér klukkan 7 á morgni. Ferlíkin gljáðu í björtu ljósinu með drauma manna og kvenna sem mistu vinnuna þeirra vegna, bundna í stálgráa sál sína, öskur þeirra héldu þeir vakandi. Númer 10. Augu, vot augu, þuklandi útlínur stúlknanna, upphandleggsvöfðar, hertir af þrotlausu striki, lófar sem opnuðust og lokuðust á víxl. Þeir myndu á kaktusa, klossuð hálftröllin, rennandi blautir að svita, ekki koma við þá, gæti sviðið sáran. Aðrir voru bara hraustir í munninum. Það var þarna sem menn máttu verða geðveikir, skælandi, viðkvæmir, árásagjarnir. Þarna fengu menn að tappa af mengaðri gufu sálarlífsins, dansleikur að kveldi, aðgerða morgni, fæðingahríðir allan sjó. Veðruð höllin við flæðarmálið, skellótt með sinn kroppinn bak vafrandum ganga, bruggandi ungun elskendum laulráð, rósastríð í verbúðinni var staðreynd. Í köldum augum þortsins spegluðu við andlit okkar, hún sem skildi frá, kannski væri þorandi að færa henni rósableik hrogn að gjöf. Ég vaki fyrstu nóttina, muldrandi ofan í koddann, flæktur í vetrakvíða huga míns, vindurinn úti, klífur myrkrið, við borðið vaki ég, bókin opin. 11. Gljáandi fjall þar sem skriður af þorski, steinbíti, ufsa, runnu út á færibandið. Komdu fiskur, komdu nær, við bíðum þín með brýndan hnífinn, munum skera þig á hol, opna á þér kviðinn, ríf úr þér lifrina, ríf úr þér hrognabörnin, komdu fiskur, komdu nær, við bíðum þín með hvassan hnífinn. Og inni milli fiskanna glitti sögur, og inn á milli fiskanna glitti líf þitt. Sama hversu marga hnífurinn opnaði, kösin skreið áfram, kaldir og sleipir komu stanslaust. Hversu mörgum fiskum hægt að gera án þess að missa vitið? Var þetta þeirra stommi eða verdum? Endalaus dauði þar sem sá svartklæddi kastaði trossu eftir trossu og þurrkaði út kynslóðir. Í dýpinu staður sem geymir sál fiskanna, svo ógnar há tala þeirra að enginn getur nefnt hana. Og þar í luktum hnefa myrkursins, lengst niður við botninn, bíður ljósið eftir frelsun sinni. 16. Líkkistan kemur út úr hvítri þokunni, þakin þykkum ís, sjáum ekki nafnið á kynningunum,
Sjóblautir og frostbláir standa þeir á dekkinu, starandi brostnum augum. Á hverri nóttu sigli togarinn inn í höfuð skipstjórans sem hlaut þau grimmu örlög að lifa af. Hafið sefur aldrei, ekki einu sinni á veturna, líkt og vötnin á heiðinni gera, sífellt á hreyfingu. Þó má sjá í mestu frostum að hvítur drómi leggst yfir, það verður þyngra á sér, allar hreyfingar hægari. Hálfluktum augum fylgist það með okkur, þungur níður þess stöðugt í eyrum okkar. Fyrr en vari rennur saltur sjór æðar, sægræn lungun í brjóstinu sakna undir djúpana. Áður en mæður geta röndvi reist eru synirnir orðnir sjómenn. 23. Vitlaust veður, enginn bátur fór út. Hafið feigðarblátt, freyðandi, ólgandi, ofsafengin atlot stormsins keyrðu það upp og niður, uns það skall á svörtum klettum strandlengjunar svo jörðin nötraði. Þá þvoðu þær hár okkar, settu dúka á trékassa, kveikt á kertum, máluðu sig og urðu ógnvekjandi. Við urðum labbakútar sem enduðum milli fóta þeirra og endurfættumst. Hendur þeirra gæddar töfrum, húðin ilmaði mjúk sem silki, þær hvísluðu bænum í eyru okkar sem fylltu hjörtun undarlegu ljósi, dróu af vörum okkar kjánaleg orð. Augu okkar urðu skær sem Venus á morgun himni og múrar okkar hrundu, vörn okkar breyttist í tár vegna þess að við vorum of ungir og vínið var of gamalt, en þá struku þær okkur og sögðu suss, 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 suss. 27. Verbúðin faldi börn flúðu skuggasund æskunnar, menntamenn sem lásu sig inn í bók, uns kjölurinn laukst utan þá og óveðrið í huga þeirra hrakti þá að dyrum verbúðarnar sem spurði einskis. Heldur opnaði faðminn, verbúðin tók við öllum, allir þekktu reglurnar óskrifaðar. Yfir hafið komu farfuglar, furðufuglar, prófessor í steinafræðum með augun fulla vatni sem var sjóveikur í nánd við hafið en þráði ekkert heitar en náið samband. Hún sem kom frá Suður-Afríku sagði sögur á kvöldin við varðeld fiskanna, sögur af misrétti, sögur af grimmd, sögur af hundum sem lærðu að hata svarta húð. Svo voru það skrímslin, falin bak við útlit mennskunnar. Við lærðum að þekkja þau, sem þrýsta fótum í sundur, kreista svo fast úlliðinn að fjólublátt armband skreytir hann daginn eftir. Þeir komu og fóru, dyrnar hálfopnar inn, þú sást hvað þeir gerðu við hana. Hún reis upp til hálfs, hún sá þig, augu hennar sitja föst í brjósti þínu enn í dag. Þeir skildu eftir sín myrkur. 31. Ljósaborgin bundin við bryggju, menn stíga svo fast til jarðar að þorpið hallast. Hið ósýnilega verður sýnilegt. Standa móti manni með hnefan kreftan eins og rífast við vindinn, tilgangslaust. Korteri seinna vaðandi sykurlegju biankóflöskunnar, kemst ekki úr sporum, uns fætur þínir leggjast saman og eins og skip rennur þú inn í flöskustútinn. Kösin svo þétt
að enginn gat lyft hnefa, grárblár reykur yfir höfðum manna og kvenna, líkt og hafþokan hefði laumað sér inn, viti sínu fjær af drykkju og hömlulausi, hreyfðist kösin eins og seigfljótandi massi, landlega. 56. Það var stelpa sem starði á hafið og hafið skreið á land eina óveðursnótt, skreið inn í sál hennar og tók frá henni ljósið. Við sáum hana ganga sandinn, standa á hólnum, sáum hana og hafið talast við. Ást hennar hvílir í þara faðmi, ást svo margra kvenna hvílir í þara faðmi, og föðurlaus börnin sofna og vakna með hjörtun full af sökkvandi bátum. Vaki 5. nóttina, draumar mínir vekja mig, geng fram, tek hnefafylli af þögn, fæ mér bita, finn hvernig þú vaknar inn í mér. Takk fyrir. Sem sagt, þetta voru ljóð tekin héðan og þaðan úr þessum bálki Hristur sem að einhverju leyti að mér finnst tengjast Vestmannaeyjum. Fyrsti maðurinn sem ég kynntist Vestmannaeyingu var Sigfús Jónsson. Hann reyndist mér ákaflega vel. Hann var góður við mig og hvatti mig til að syngja og spila, tók mig heim til sín. Ég átti erfitt í skóla og hann sá eitthvað í mér og reyndist mér óskaplega vel. Ég ætla að segja ykkur draugasögu í lokin. Ég bjó í litlu steinhúsi hérna í bæ sem ég held að hafi kallað Landlist. Og það skiptir ekkert máli hvort maður trúir á drauga eða ekki þegar það draugagangur er. Það er mjög skrítið að við upplifa draugagang og trúi ekki á drauga. Þannig er að einn kvöld þá hafði Geirlaugur Magnússon skáld komið í heimsókn til mín. Við vorum fínir vinir og þarna var líka annar skáld sem að hét og heitir Pétur Hafsteinn Lárusson. Þeir sem sagt, við vorum þarna bara að spjalla, þeir voru eitthvað að drekka. Á þessum tíma var ég búinn að læra að áfengi var ekki vímugjafinn minn. Það voru allir óskaplega þakklátir sem að komist að því að ég var hættur að drekka. Mamma, löggan og hellingur og öðru fólki. Ég fann minn vínigjafa sem var bara kannabis. Og svo var hellingur af kannabisi hérna í Eyjum, þannig að þetta, og svo gleymi ég því ekki, sumari 1974 er eitt sólríkasta sumar sem menn mun eftir. Hér var sól dag eftir dag eftir dag. Ég fikk vinnu í smá tíma við að mála blokk hérna og við vorum svo skemmtunarsjúkir og við vorum með mann hjá okkur í vinnunni sem var að mála þessa blokk hérna, eina blokkin held í bænum á þeim tíma og hann sagði alltaf það er að fara að rigna. Þannig að við fórum alltaf á morgnana upp á blokk og hann sagði strákar það er að fara að rigna og við fórum í bæinn og fengum okkur í pípu og fórum upp í heimaklett og vorum að landalast í sólbaði og reyna að komast í náinn kynna 3. gráðu við stelpunni það. En sem sagt, ég var í Landlist. Þeir fara, Pétur Hafsteinn og Geirlaugur Magnússon og ég er einn eftir. Og ég er uppi, það var svona lítil loftarn uppi sem ég svaf og ég heyri skruðninga niðri. Það voru mýsarnar sem okkur þótti væntum og við gáðum stundum að borða og þar komum bara inn á eldhúsgólfi og við sátum skakki og horfðum á og sögum, vá! Og hérna, mikið stemming. En þarna sem sagt, þetta er hávaði, þetta er nú svo læti. Og ég finn niður og ég gleymis aldrei meðan ég lifi að ég sé stóla á fleygiferð inn í stofu, bara það eru stólar á fleygiferð inn í stofunni og það sem meira er að ég fer að heyra barnagrátur og
og ég hugsa bara, hvað í gangi? Og svo höfðu við raðað upp tómum vínflöskum með frá vegginum og þær fóru líka á hreyfingu. Og ég verð svo hræddur og skelfingu lostinn, þetta var svo furðulegt, húsgögnarhreyfingu, barnagrátur og glamur í flöskum, að ég fór aldrei út aðrar dyrnar, heldur bara dundraði upp litlum glugga sem var í stofunni og ég skil ekki ennþá hvernig ég komst út, en út komst ég með einhverja risp á bakinu. Og ég fór inn út í bæ, niður á Kirkjuvegi held ég heiti, það var leðurverkstæði ef einhver mann eftir því, það voru hippar þar með leðurverkstæði, Fríða Hrefna og Nonni Matt. Og ég kasta stein í gluggan hjá þeim og byrði að hleypa mér inn og það eina sem hugsaði bara, menn ekki reykja svona mikið. Og þannig að ég var bara að labba alla nóttina hér bæinn, en draugagangur, já, það er bara eina skýringi sem ég hef, það bara þannig. Ég bjó í líkhúsinu, það var aldrei draugagangur þar. Það gerðist ekki neitt þó það væru líkarna niðri og allt það. Gamli spítalinn held ég að það heiti, við byggum upp á lofti líkhúsinu var niðri. Ég var að vísu handtekinn fyrir að þvælast með fóstur í flösku sem ég hafi fundið. Það var fyrsta skipti ég komst í fjölmiðla og komst í vísi. Löggan sem hann tók mig, þetta Raggi að ég mann rétt og hann pikkaði með 1 putta svona á ritvélina og ég var nógu vitlaus til að spyrja glottandi hvort hann á gagnfræðiprófi og ég var eins lengi og hægt var að halda manni án þess að það þurfti gæslu eða eitthvað svona, það var fellalegur. Þannig að ég hafði ekki mikið upp úr þessu attitúti mínu. En að vera þennan tíma í Vestmannaeyjum var í rauninni, Andri talaði núllið í tómbolukassanum og ég fekk vinning. Og vinningurinn var auðvitað allt þetta efni sem ég fekk til að skapa úr, eins og til dæmis þessi bálkur sem að ég var að lesa upp úr hreistur, músíkina mína, lögin mín og svo þessar dýrmætu minningar sem að ég á hérðan og hvort sem þið trúið því nú eða ekki, að þá finnst mér ég vera að einhverju leyti eyjamaður. Og ég held að annars ekki hægt þegar maður kemur kornungur á verkstöð sem að fara í gang eftir gos. Ég man hvað var fallegt í ágúst, fyrsta sumari eftir gos. Hraunið glóandi og gufurnar upp úr, fullar af hormónum, heimastelpur skotnar í manni. Þetta var auðvitað bara paradís dásamt. Vinnan var auðvitað bara það sem hún var. Man þekkti ekkert annað, man gerði engan greinarmun á hvort þetta væri erfitt eða ekki, man bara gerði það sem þyrfti að gera. En tíminn var óendanlega dásamlegur og ég hugsa til þess enn í dag oft og mörgum sinnum, oftar en einhver grunnar, til þessa tíma hvaða var æðislegt þetta. Þetta hefði orðið algjörlega fullkomið hefði ég fengið Guðfinnu. Og ég náði alveg að heilla hana, ég náði að kissa hana og allt það. Svo kom bara þessi högg, miklu eldri, miklu svalari og hún bara valdi vitlausan. En innilega takk fyrir að vera með okkur í dag. Takk innilega fyrir mig.